Ríkislögreglustjóri hefur óskað eftir að ríkisendurskoðandi fari yfir fjármál stofnunarinnar. Ný úttekt sýnir að áætlanagerð og rekstur stofnunarinnar sé flókin og því þurfi að breyta. Almenningur, sérfræðingar og stjórnmálafólk í Bretlandi virðast sammála að það hafi verið rétt ákvörðun að svipta Andrés prins tign og titlum. Héðan í frá verður hann þekktur sem Andrew Mountbatten Windsor, bróðir Bretakonungs. Skýr merki eru kólnun í hagkerfinu að mati ASÍ sem spáir vaxandi atvinnuleysi á næsta ári og þrálátri verðbólgu til ársins 2027. Sjá mátti ýmsar furðuverur á ferðinni í dag þegar hrekkjavakan var haldin hátíðleg. Hálka og slæmt veður hafði þó víða áhrif og sumum viðburðum var frestað. Komið sæl. Ríkislögreglustjóri hefur óskað eftir að ríkisendurskoðandi fari yfir fjármál stofnunarinnar eftir dökka skýrslu óháðs ráðgjafa dómsmálaráðherra þar sem segir að halli embættisins nemi allt að 20% af reglubundnum fjárframlögum stofnunarinnar. Gustað hefur ríkislögreglustjóra í vikunni. Fréttastofa greindi frá því að stofnunin hefði greitt stjórnendaráðgjafa 160 milljónir króna síðustu 5 árin. Ráðgjafinn hafi komið að viðskiptum embættisins við stórfyrirtæki sem eiginmaður hennar stýrir. Þá réðst embættið í uppsagnir vegna hallareksturs og fækkaði stöðugildum samtals 22. Dómsmálaráðuneytið fól utanaðkomandi að taka út rekstur embættisins í mars og var niðurstaðan birt í morgun. Hallinn nam 1220 milljónum króna í fyrra og í úttektinni kemur fram að útlit sé fyrir álíka rekstrarhalla í ár. Þar segir að embættið glími við umtalsverðan fjárhagsvanda, vanda sem fremur nýtilkominn en virðist ekki ætla að hverfa jafn skyndilega og hann birtist. Hallinn nemur 15 til 20% af reglubundnum fjárframlögum til stofnunarinnar. Síðustu 5 ár fékk stofnunin samtals rúmlega 160 milljónir í umframfé í sérstakar fjárveitingar fyrir óvænt stór verkefni, en ef aðeins er litið á síðasta ár vantar 365 milljónir til að standa undir kostnaði fyrir þau. Ríkislögreglustjóri gagnrýnir að þau hafi ekki fengið skýrsluna til umsagnar. Þar sé ekki tekið tillit til kostnaðar vegna innleiðingar snjall landamæra sem hluti af Schengen-samstarfinu sem hafi tafist og breyst. Þá fjallu auka verkefni á stofnunina tengd breyttum útlendingalögum. Þetta bara eðlileg þróun á stöðugildum. En það sem ekki eðlilegt að það passi ekki alltaf saman stöðugildin og verkefnin. Og það ofta því við þurfum bara að fara strax á stað. Það bara almannavarnar ástand og við bara förum strax á stað. Það að koma erlend heimsókn strax á stað. Við getum ekki beðið eftir að peningarnir skili sér inn á reikningin og þeir eru ekki til. Dómsmálaráðuneytið segir í skýrslunni að það megi lesa úr ykkar viðbrögðum að stjórnendur hafi heimilað vöxt verkefna burtséð frá þeim fjárhagsramma sem stofnunin stóð fyrir. Er það góð stjórnsýsla? Nei, en þetta eitthvað sem við þurftum að gera. Við bentum á að það væru þarna heimsóknir sem væru að koma. Það væru ýmis verkefni sem við þurftum að fara í og við erum beðin að taka. Og við hefum fengið bara fullvissum að þessu yrði bætt. Þetta yrði bætt og það var ekki gert. Það var gert í stórum hluta, sérstaklega eins og Grindavík, mikið bætt þar. Og þetta á bara að vera í rammanum. Við eigum bara að sitja við sama borð eins og aðrar ríkisstofnanir, að við bara vitum hvaða verkefni við erum að fara út í og það fjármagnað og því stýrt. Og ef það eitthvað óvænt, þá það ekki bara að sitja okkur þangað upp á von og óvon hvort það fáist bætt eða ekki. Dómsmálaráðherra gaf fréttastofu ekki kost á viðtali í dag. Sigríður Björk segist hafa verið í samtali við ráðherra síðan í byrjun árs fjárhagsstöðu embættisins. Og það samtali búið að vera í gangi og meðan við erum kannski að skýra hvað kemur upp úr bottunum, hvernig pólitíkin vildi taka á. Þetta náttúrulega ríkisstjórn sem kannski með hans aðrar áherslur og vill auðvitað setja fjármagnið í þær. Og það bara ekki fyrir núna, fyrir bara nokkrum vikum sem við fengum bara skýr svör. Það ekki hægt að tryggja þetta allt. Þið verðið að fara í uppsagnir. Í skýrslunni segir að áætlunarmynstur stofnunarinnar sé flókið. Erfitt geti verið að fá yfirsýn yfir áætlanir og rekstur þegar verkefni raðast undir 6 starfssvið auk yfirstjórnar. Sigríður ekki sammála því. Stofnunin styðjist við mælaborð sem reglulega sé farið yfir. Sigríður hefur óskað eftir því að Ríkisendurskoðun fari yfir fjármál stofnunarinnar síðustu 2 árin. Hvað var það sem var borgað? Hvað var það sem var ekki borgað? Flest bendir til þess að atvinnuleysi muni aukast á næsta ári á sama tíma og mikil óvissa ríkir í efnahagsmálum í kólnandi hagkerfi að mati Alþýðusambands Íslands. Sambandið spáir því að verðbólga hjaðni ekki fyrr en árið 2027.
Staðan eins og hún núna er ekkert sérstaklega bjartsýn. Orðið óvissa megin stefið í nýrri hagspá ASÍ sem gefin var út í vikunni horfur í efnahagsmálum. Þar segir að skýrmerki séu kólnun í hagkerfinu. Það óvissa alþjóðlegar horfur og það óvissa stöðuna í stóriðunni með bilun á Norðuráli og stöðuna á PCC. En síðan líka nokkur óvissa bara stöðuna í mannvirkjagerðinni og hverjar horfur í ferðaþjónustu. Þannig að öll þessi óvissa kannski gæti orðið valdur af því að við séum kannski frekar að ofspá hagvexti á næsta ári. Hagvöxtur sé hægur í sögulegu samhengi en sambandið spáir því að hann verði 1,4% á árinu og 1,6% á næsta ári. Við erum líka ekki alltaf bjartsýn varðandi verðbólguhorfur svona í náinni framtíð. Við gerum það fyrir að verðbólga verði yfir 4% inn á næsta ár og yfir. Og það sé kannski ekki almennileg hjöðnun í kortunum fyrir að líða á næsta ár og síðan inn árið 2027. Þá spáir ASÍ auknu atvinnuleysi á næsta ári. Undanfarin 3 ár hefur atvinnuleysi verið í kringum 3,4 til 3,6%. Það hefur aukist í ár og mælist nú 4,5% og búist við að á næsta ári verði það 4,9% en að það gæti aukist, til dæmis ef bilunin í Norðuráli dregst á langinn. Búist við að útflutningur áls dragist saman 20%. Það kannski meira ef við förum að sjá mannaflsfrekar greinar eins og kannski fjárfestingu í mannvirkjagerðinni draga saman. Ef við sjáum kólnun í ferðaþjónustunni þá ekkert ólíklegt að við séum kannski frekar að vanmeta atvinnuleysi inn á næsta ár. Við sjáum að störfum hægt að fjölga, heildarvinnustundum fer fækkandi og svo erum við byrjað að sjá atvinnuleysi vaxa og svo hafa þetta verið nokkuð tíðindi af hópuppsögnum nýlega. Seðlabankinn hefur slakað á kröfum sem eru gerðar til lántakenda. Fyrstu kaupendur fasteigna geta nú fengið alltaf 90% lán, þá hefur heimild bankana til að veita undanþágu frá greiðslubyrðareglum verið rýmkuð. Ákvörðunin tekin í ljósi óvissu á lánamarkaði eftir dóm Hæstaréttar í vaxtamáli gegn Íslandsbanka. Frá því dómurinn féll hafa bankar og aðrar lánastofnanir gert tímabundið hlé á tilteknum lánveitingum. Bæði Landsbankinn og Íslandsbanki hafa tilkynnt breytt lánaframboð þar sem mjög dregið úr vægi verðtryggðra lána. Fátt annað hefur komist að í breskum fjölmiðlum síðasta sólarhringinn en ákvörðun Karls Bretakonungs að svipta bróður sinn titlum og heiðursnafnbótum. Enda þetta fordæmalaust í nútímasögu Bretlands. Andrés prins verður hér eftir þekktur sem Andrew Mountbatten Windsor, bróðir Bretakonungs. Systkini Virginia Jeffrey, sem í nýútkominni ævisögu sinni segir frá kynferðisbrotum af hálfu Andrews, segir að systir sín hefði orðið stolt væri hún enn á lífi. I would start with that it's a bittersweet moment, that we feel like it's a very vindicated moment for our sister, but it's also very surreal. I was at work when I got the news and I just had a moment where I broke down because it is surreal that she's not here and that she didn't get a chance to see this in her lifetime, but it's amazing and everything that she fought for was not in vain. And it truly is a moment for her and all survivors. And I think the king is setting a precedent for the rest of the world leaders out there to actually come forward and say, you know what, even if it is my brother, I'm going to hold him to account because I believe survivors. I saw it in the statement earlier today of, survivors are front of mind and we have to continue to keep that front of mind. Ólöf Ragnarsdóttir, breska pressan svo sannarlega undirlögð af þessu stóra máli og það virðist almenn ánægja með þessa ákvörðun Karls Bretakonungs. Já, þetta svona einn af þessum fáu dögum sem koma annað slagið, sem sagt að það þýðir ekkert að líta á bresku miðlana þegar þú vilt glöggva á heimsfréttunum. Þetta bara í rauninni, þetta mál algjörlega í forgrunni, sem ekkert skrítið, þetta eru stórtíðindi og mál sem varðar breskan almenning beint. Af því að einn angi af þessu auðvitað sá að Andrew hefur búið áratugum í áraraðir, sem sagt, nánast frítt í risastóru setri og honum hefur líka verið gert að flytja þaðan. Já. En kemur á óvart að Karl Bretakonungur lætur slag standa núna því að nú ekki nema 2 vikur síðan Andrew tilkynnti sjálfur að hann ætla að hætta að nota titla og heiðursmerki? Já, það alveg hægt að segja það. Það er búið að tala við ógrynni fólks í dag þetta og þetta alveg heil starfsstétt í Bretlandi, fólk sem eru sérfræðingar í bresku konungsfjölskyldunni og þetta kom alveg mörgum í opna skjöldu.
This is probably the biggest story that has happened to our current monarchy in decades. It's absolutely enormous. And this is a story that has been culminating for the last 15 years. And to end in such a humiliating form for the then Duke of York must be absolutely crushing for him and for the rest of the family. I am pretty astonished, I have to say. This is the strongest action against a member of the royal family that I know of. The king has decided to take the maximum action that is there, not least because nobody knows how much more there is to come out of this story. And maybe in the fullness of time, he will be invited to join the family for very, very private gatherings such as Christmas. I don't know. This is uncharted territory. Ólöf, þarna látin stór orð falla, en eitthvað til í því sem hefur nú verið að spyrjast út að þeir eitthvað meira eftir að koma fram? Það að minnsta kosti ekki skrítið að fólk velti því fyrir sér, akkur þetta gerast núna. Já. Það bók Jeffrey kom út 21. október. Þetta mál hefur verið vissulega í umræðinni í mörg ár, en það hefur líka spurst út og komið svona betur í ljós tengsl Andrew og fyrrverandi eiginkonu hans, Sir Ferguson, við barnaníðinginn Jeffrey Epstein. Þau virðast hafa verið nánari og meiri en þau vildu láta í ljós. En nú hefur Ferguson búið með honum í Royal Lodge, allavega undanfarin ár, þarf hún þá ekki líka að flytja út? Jú, og mér skilst að hún flytji annað en Andrew. Talandi við skulum kannski útskýra aðeins akkur við stöndum hérna og tölum Andrew en ekki Andrés eins og áður. Það hefð fyrir því hjá okkur hérna RÚV og líka öðrum íslenskum fjölmiðlum að íslenska nöfn ríkisarfa. En svona þýða þau eða íslenska þau, en nú hann ekki lengur prins, en dætur hans tvær, þær fá að halda prinsessutitlunum sínum. En nú sagt að Vilhjálmur prins, sem jú krónprins og sonur Karls Bretakonungs, að hann hafi þrýst á þessa ákvörðun og þau virðist njóta almennar ánægju. Þetta gott fyrir ímynd bresku konungsfjölskyldunar, þessi ákvörðun að taka konungs? Öllum líkindum já, með allt sem hefur verið að koma fram síðasta sólarhring. Núna bara í kvöld kom fram könnun frá YouGov sem sýnir fram á að meira en 70% styðja þessa ákvörðun og þessi yfirlýsing sem var gefin út í gær, sem Hölling gaf út í gær, hún þykir svona óvenju harð orð og það talað að standa með þolendum kynferðisofbeldis sem hlýtur að vera jákvætt. En við skulum í lokin sjá eins hvað fólk sem var á ferðinni við Buckingham Höll í morgun hafði þetta að segja. He earned it for himself. King didn't do anything. He earned not to be the prince anymore. I think that's the only thing he could have done. It wouldn't have looked very good if he didn't do anything. I think in totality there was no choice for the monarch but to do anything else, honestly. I was surprised, but I think he's making the right decision. I think it's best if they separate the monarchy from that type of activity. Endurheimt votlendis hér á landi heldur ekki í við framræsingum, segir sviðsstjóri hjá Landi og skógi. Hún segir að endurheimt votlendis sé mjög áhrifaríkur loftslagsaðgerð og efli líffræðilega fjölbreytni. Það kannski minna það að við séum að grafa þessa skurði og framræsa til ræktunar, heldur þetta meira bara það verið að byggja sumarbústaðabyggðir á votlendi. Það verið að uppbygging á íbúðarhverfum nálægt þéttbýlissvæðum á votlendissvæðum. Það eru vegagerðir. Og alls konar svona mannvirkja uppbygging sem hefur áhrif. Og það verið að endurheimta votlendi einhvers staðar, en það heldur kannski ekki í við tapið? Nei, eins og staðan í dag nærri því ekki. Bryndís fjallaði landnýtingu votlendis í erindi sínu á málþingi fuglaverndar í Norræna húsinu í dag. Hún bendir á að kolefni í jarðveginum í votlendi hafi alltaf átt þátt í því hvernig Íslendingar hafi nýtt votlendi. Fyrst var þetta nýtt mikið til móttekju, og mórin náttúrulega bara svo kolefnisríkur að það var okkar eldstmeiti. Framræst votlendi losar mikið af gróðurhúsalofttegundum. Með því að fylla upp í skurði hægt að stöðva þessa losun að miklu leyti. Þú ert bara að setja svona tappa í baðkarið. Jafnvel hér í miðborginni votlendi sem þess virði að vernda. Jarðvegurinn hér bindur kolefni sem sleppur þá ekki út í andrúmsloftið, auk þar sem fuglalífið blómstrar. Bæði þarf að vernda votlendi og auka endurheimt. Það þurfa allir að fara að ganga svolítið í takt í þessu. Við þurfum að fara, þetta snýst skipulag og sveitafélögum, þetta snýst að styrki til bænda, þetta snýst það sem ríkið að gera. Við þurfum bara að vera meðvitaðir þessi mikilvægu vistkerfi og því hvað við græðum á því endurheimta.
Hún segir mikið til að framræstu votlendi sem sé ekki nýtt til ræktunar og megi því væta í aftur. Þetta bara mjög auðveld og þægileg loftslagsaðgerð og aðgerð til að efla líffræðilega fjölbreytni. Við bara klikkum í öll boxin. Slökkvistöðvum á höfuðborgarsvæðinu verður fjölgað úr 4 í 6 á næstu 10 árum samkvæmt nýrri brunavarnaráætlun sem var undirrituð í dag. 9 stöðvarnar verða byggðar í Kópavogi og í Hafnarfirði. Þá stendur einnig til að færa slökkvistöðina í Skógarhlíð yfir á BSI-reitin við Hringbraut og stöðina við Tunguháls að Sundabraut í Reykjavík. Slökkviliðsstjóri segir að með þessu sé verið að bæta viðbragðstíma og bregðast við fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur bara mjög mikla þýðingu. Þarna er komið stefnumótandi plagg sem að stjórn og sveitarfélögin hafa staðfest, þar sem hefur verið að tala um framtíðar uppbyggingu til þess að bæta viðbragðstíma og raunum mannafla liðsins. Það var byggja 2 nýjar stöðvar. Hvenær verður það gert? 2 nýjar stöðvar. Fyrsta áfangin er Tónahvarf í Kópavogi og seinni stöðvar er á Vellinum, síðan á að flytja 2 aðra stöðvar og við sjáum það fyrir okkur að þetta verður allt klárað innan 10 ára. Tónahvarf innan 5 ára og svo hinar 2 breytingarna innan næstu 5 ára. Og þetta kallar væntanlega aukinn mannskap og tækjabúnað? Það kostar aukinn mannskap og við erum að tala um að þurfa að ráða 25 manns í liðið á næstu árum til viðbótar varðandi Tónahvarfið og síðan er samtalið Vellina bara eftir að taka það. 2 hafa drukknað í miklum flóðum í New York í Bandaríkjunum. Flóðin orsakast af mestu rigningum sem hafa mælst þar í yfir 100 ár. Vegir urðu umflotnir vatni og við bættist mikill vindur sem felldi tré. Truflanir urðu á flugsamgöngum og neðanjarðarlestakerfi og úrkomumet voru slegin á flugvöllunum Newark og LaGuardia. Mennirnir 2 sem fórust drukknuðu báðir í kjallara sem flætt hafði inni. Formaður Grindavíkurnefndar segir framkvæmd sveitarstjórnarkosninganna í maí eitt mikilvægasta verkefnið sem liggi fyrir næstu mánuði. Helsta áskorunin sé hverjir fái að kjósa í Grindavík. Umræðuskjal Grindavíkurnefndar hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda þar sem kallað er eftir sjónarmiðum framtíðarsýn og endurreisn Grindavíkur. Formaður nefndarinnar segir framkvæmd sveitarstjórnarkosninganna í maí eitt mikilvægasta verkefnið framundan. Það sem hefur verið helsta áskorun í því efni er spurningin með kosningaréttin, þar að segja hverjir geta kosið í Grindavík vegna þess að það er aðstæður komu upp að bærinn var rýmdur, það var ekki valfrjálsflutningur frá bænum og þá er spurningin hvað þá kosningarétt þeirra sem fóru úr bænum í hasti. Hann segir ýmsar útfærslur hafa verið skoðaðar, meðal annars að þeir sem voru með lögheimili í Grindavík við rýmingu bæjarins 10. nóvember 2023 hafi val að nýta atkvæðisrétt sinn þar, fremur en í því sveitarfélagi þar sem þeir eru skráðir. Svona, maður horfir á þetta svona raunsæðum augum og kannski sanngjörnum augum líka, þá eru þetta mjög margir sem hafa flutt lögheimili sitt úr Grindavík sem hafa áformum að koma aftur og vilja og ættu kannski að fá að eiga möguleika á að taka þátt í að móta framtíð bæjarins og þetta er eitt af því sem við spyrjum hvaða leiðir eru færar í því. Þegar Grindavíkurbær var rýmdur voru 3790 skráðir með lögheimili í bænum, þar af rúmlega 800 leik- og grunnskólabörn. 880 íbúar eru nú skráðir með lögheimili í Grindavík, fjórðungur af fjölda fyrir rýmingu. Umsagnaferli lýkur í lok október og Árni segir mikilvægt að stjórnvöld vinni málið hratt. Kalli kosningarfyrirkomulag á lagabreytingar sé ákjósanlegt að kynna þær fyrir áramót. Hnúfubakur fannst fastur í Eyjafirði austur af Hrísey í morgun. Starfsfólk hvalaskoðunarfyrirtækisins Arctic Sea Tours kom fyrst auga á hann og ætluðu ásamt kafar að reyna að losa hann í dag en urðu frá að hverfa vegna veðurs og mikillar ölduhæðar. Landhelgisgæslunni og Landsbjörgu hefur verið gert viðvart. Ekki er vitað hvað heldur hvalnum föstum en hvalir hafa öðru hverju festi í veiðarfærum á þessum slóðum. Björgunarfólk ætlar að gera aðra til atlögu að því að bjarga hnúfubaknum í fyrramálið þegar veðrinu hefur slotað.
Eitt frægasta leikrit heims, Hamlet eftir Shakespeare, gengur í endurnýjun lífdaga í Borgarleikhúsinu í kvöld, þar sem ný uppfærsla Kolfinnu Nikulásdóttur verður frumsýnd. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er í Borgarleikhúsinu. Ja, Greta, hvernig eru taugarnar svona rétt fyrir frumsýningu? Það er eiginlega bara mest að furða hvað fólk syltu slagt hérna. Það er eiginlega bara alltaf að verða klárt. Þetta er náttúrulega, eins og þú segir, eitt af frægustu verkum leiksögunnar, þannig að það er ekki verið að ráðast á garðinn þar sem hann er læstur. Hjá mér er leikstjóri verksins, Kolfinna Nikulásdóttir. Hvernig er að takast á við svona stórt verk? Herðu, það er bara rosalegt. Þetta er bara rúss í banni. Þetta er búið að vera það skemmtilegasta sem ég hef gert. En líka eiginlega það erfiðasta, sko. En það er talsveit eftirvænting fyrir þessari sýningu eða hvað? Jú, miðasalan bara er að springa. Theodóra hefur ekki lent í öðru eins bara síðan hún byrjaði að vinna hérna í Borgarleikhúsinu. Það bara, síminn hættir ekki, sko. Og ég menna, þetta er Shakespeare og Kolfinna Nikulásdóttir í eina sæng, þannig að... Og hvernig taklið þið hérna textan? Erum við að fara að heyra Shakespeare í bundið máli? Já, við erum að vinna með bundið mál, en líka að tvinna saman götumál, óbundið mál og popkúltúr og flökkum svona svolítið á milli. Ég er að vinna með að sko færa fólkinu Shakespeare og svona líta tíðarandan í sjón og raun. En þetta hlutverk, það getur ekki hver sem tekist á við þetta eða hvað? Nei, ég held að sé bara einn Hamlet, sko. Hann er einmitt hérna hjá okkur. Já, og hann hefur reynslu af Shakespeare því að hann verður nú bara ekki til rosalands því að hann lék Rómeó. Ertu mikill Shakespeare maður? Já, ég myndi klálega segja að ég væri mikill Shakespeare maður, svona áhuginn kviknaði kannski svona í menntaskóla, þá fór maður að lesa svona þessi helstu dramaverk, sko. Þannig að og já, þetta er annað Shakespeare-verkið sem ég er í og það er bara mjög sérstök tilfinning, sko. Svona dálítið ólíkt því að vera í öðrum leikverkum, að vera í Shakespeare, sko. Og þú ferð kannski með einhverja frægustu línur leikhússögunnar. Ertu með þitt eigið spinn á spurningunum hvers í efinn? Já, ég held að það sé eitthvað sem að hver og einn þurfa að gera upp fyrir sig. Og ég hef svo sannarlega fundið hann hjá mér núna á síðustu kvöldum að fá fólk í salinn og að finna þá hver efinn er fyrir mér og að þið verður bara að koma og sjá, sko, og ákveða fyrir ykkur. Ég ætla ekki að ákveða fyrir ykkur, sko. Nei, fólk getur ákveðið fyrir sig sjálft hér í Borgarleikhúsinu en við segjum gott í kvöld. Takk fyrir þetta, Greta Sigríður Einarsdóttir. Hrekkjavökuviðburðum var víða frestað í dag út af hálku og slæmu veðri, en þó ekki alls staðar. Á Akureyri var krökkum boðið í Sjóræningjasund, þar sem markmiðið er að kafa eftir gulli og gimsteinum á botni laugarinnar. Viðburðurinn hefur verið haldinn í Glerárlaug í rúm 20 ár. Þegar við byrjuðum með sundskólan þá var alltaf nokkuð börn sem áttu erfitt á haustin að fara í kaf. Þannig að meiningin var að búa til einhverja freistni fyrir þau til þess að sjá sér hag í að fara í kaf. Og þannig byrjuðum við. Og svo hefur þetta bara undið upp á sig og núna eru meira að segja stóru krakkarnir komnir til aðstoðar, þeir sem eru afreksmenn hjá okkur og þetta er mikil hátíð. Myndirðu segja að þetta væri hluti af hrekkjavökunni hjá okkur? Nei, löngu byrjaði á að finna upp hrekkjavöku á Íslandi. Við erum stödd í Draugahúsi í vesturbænum Reykjavíkur og það eru svo margir hér þó að veðrið og hálka hafi sett strik í reikningin. Kíkjum aðeins inn. Hver ert þú í dag? Ég er þvottavél. Já. Af hverju? Mér langaði ekki að vera neitt hræðilegt í ár svo ég bara ákvaði að vera eitthvað svona létt og skemmtilegt. Ég finnst skemmtilegt Draugahúsin, nammið, að hitta nýtt fólk og já. Og ég er svona karl sem er svona mótorhjólakarl og einhver bílakarl sem klesti og dó. Ég er pulsa. Kongarbylsa? Já. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek.
Ertu búin að safna mikið? Má ég sjá? Já. Já. Það vantar kannski aðeins meira? Já. Af hverju valdir þið svona búning? Og þessi vinur minn langaði að ég væri svona. Vinur minn kom bara að spyrja eftir mér og þá bara vildi hann fara út með mér og ég bara fór út með honum. Finnst þér hrekkjavakan skemmtileg? Já, og jólin. Og þá ætlum við að sjá hvernig veðrið verður á morgun. Það verður norðaustlæg átt á landinu, allhvasst norðvestan til en annars staðar hægari vindur og dregur mjög úr vindi annað kvöld. Rigning eða slydda með köflum norðan og austan til en skýjað með köflum suðvestan til. Hiti verður á bilinu 4 til 12 stig að deginum en það kólnar síðdegis. En við ætlum að fjalla nánar veðurspána að loknum íþróttafréttum. Handboltasérfræðingur segir alveg tilefni til bjartsýni hjá íslenska karlalandsliðinu í handbolta fyrir EM í janúar, þrátt fyrir stórt tap í vináttuleik við Þýskaland í gærkvöld. Hann segir frammistöðuna þar þó hafa verið lélega. Andri Már Rúnarsson verður með í seinni leik Íslands og Þýskalands á sunnudag eftir að Haukur Þrastarsson meiddist í gær. Og svo heyrum við Arne Slott, knattspyrnustjóra Liverpool, svara því hvers vegna ekkert gengur hjá Englandsmeisturunum. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma. Ríkislögreglustjóri hefur óskað eftir að ríkisendurskoðandi fari yfir fjármál stofnunarinnar. Ný úttekt sýnir að áætlanagerð og rekstur stofnunarinnar sé flókin og því þurfi að breyta. Almenningur, sérfræðingar og stjórnmálafólk í Bretlandi virðast sammála að það hafi verið rétt ákvörðun að svipta Andrés prins tign og titlum. Héðan í frá verður hann þekktur sem Andrew Mountbatten Windsor, bróðir Bretakonungs. Skýr merki kólnun í hagkerfinu að mati ASÍ sem spáir vaxandi atvinnuleysi á næsta ári og þrálátri verðbólgu til ársins 2027. Og það mátti sjá ýmsar furðuverur á ferðinni í dag þegar hrekkjavaka var haldin hátíðleg. Hálka og slæmt veður hafði þó víða áhrif og sumum viðburðum var frestað. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar ruv.is birtir nýjustu fréttir jafnóðum og þær gerst. En leið og við á fréttastofunni þökkum ykkur kærlega samfylgdina það sem af þessum degi og vonum við að þið ánægilega helgi framundan. Verið þið sæl.